Ég heiti Viktoría Jensdóttir og verkfræðingur á Mennt og búin að vera að vinna við Lean eða stöðurumbætur núna í 8 ár í framleiðslu og skrifstofu ásamt því að vera að hjálpa fyrirtækjum. Og þetta svona mitt hugfóstur, þannig að ég held út vefsíðunni lean.is þar sem ég að blogga og tala það sem ég finnst skemmtilegt. Nú þegar við ætlum að nota töfluna, það ekki nóg eitt og sér að setja hann upp, að þá þurfum við að hugsa og hvað svo. Og það eru töflufundirnir. Þannig að þið þurfum að ákveða hversu oft ætla að hittast, verður þetta daglegir stand-up-fundir eða ætla að hittast aðeins sjaldnar, á hvaða tíma, hversu langur hann og setja ykkur reglur hvernig þið ætla að hafa þetta. Þið þurfum líka að ákveða hver ætlar að vera töflustjóri. Ég mæli líka með að hafa varatöflustjóra vegna þess að það er alltaf frekar vandræðilegt þegar töflustjórinn kemst ekki og þá eru allir bara að horfa út í loftið, þannig að ég mæli með varatöflustjóra. Þegar þetta er komið þá er ekkert því til fyrirstöðu en að byrja. Töflustjórinn, hann þarf að passa að halda tímanum og bregðast við mælikvarðar eru ekki að segja okkur það sem við viljum fá út úr þeim. Hann þarf líka að passa að halda fólkinu efnið og tryggja að fundirnir gangi vel. Það sem getur farið úrskeiðis á svona töflufundum er fólk kemur ítrekað og seint og það er alveg óþolandi. Fólk getur líka byrjað að segja sögur, já þegar ég fór þangað og allir hinir þurfa að hlusta, sem þýðir að fundurinn lengist og lengist. Þannig að fundarstjórinn þarf að vera virkilega góður. Nú allir tala í einu, fólk í símanum. Ég segi oft að þetta eru bara 10 mínútna fundir, við skulum hafa símana niðri og fólk ekki að hjálpa hvort öðru. Þannig að hugsið þetta, hugsið reglunar, hugsið hvernig þið viljið hafa fundina og ef taflan og fundirnir ekki að hjálpa ykkur, stoppiði og spurðið af hverju og lagið hana. Ekki vera með einhverja töflu sem hjálpar ykkur ekki neitt. Lagið hana. Þetta er svo frábært tól. En hvernig fer svona töflufundur fram? Það hægt að hafa margar gerðir en ég svolítið hrifnuð af þessu formati sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur núna. Og það þannig að maður byrjar á því að tékka sig inn. Og nú eru margir sem byrja að tékka sig inn. Hvað er það? En þá er maður að segja frá því hvernig manni líður. Þannig að maður tékka sig inn og segir já, ég er glöð eða reið og maður getur sagt af hverju það er. Hinir ekkert að trufla á meðan eða tala og þetta er gert til að fá teymið til að vera meira saman. Næsti liður er töflustjórinn spyrja hvort það sé einhver skilaboð sem bæði hann þarf að segja eða hvort það sé einhver skilaboð frá hópunum. Næst er farið við mælikvarðana og aðalega þá mælikvarða sem eru ekki í lagi vegna þess að við þurfum að bregðast við þeim. Og það sem er mikilvægt að á töflunni sé ástæðan fyrir því að við náðum ekki okkar markmiði og hvað verið að gera til að koma í veg fyrir það. Það er að segja aðgerð. Næst er þetta að ræða þau verkefni sem eru í gangi. Þá sérstaklega ef þið eru búin að blanda saman mælikvarða og verkefnatöflu eða umbótatöflu. Þannig þið þurfa að fara yfir hvernig ganga umbótaverkefnin. Eru þau að hreyfast? Eru þau á réttum tíma? Næst er rætt ef það er eitthvað framundan í vikunni. Er eitthvað sem hópurinn þarf að vita og þarf að koma áleiðis. Þegar þetta er rætt að ef á einhverjum tímapunkti að eitthvað vandamál kemur upp sem ekki er hægt að leysa á fundinum, þá er mjög brýnt að töflustjórinn stoppi og setji það á parkinglott og setji ábyrgðaraðila á aðgerðina. Það er ekki ásættanlegt að kannski 5-10 manns sé að hlusta á 2 tala saman í hálftíma eitthvað ákveðefni. Þá þarf töflustjórinn að stoppa og biðja update daginn eftir og það er komin ábyrgðaraðili á það. Næst er hægt að velja bikarinn ef svo má segja og það er þegar maður vill hrósa einhverjum. Segjum einhver mælikvarði sé bara miklu betri heldur en við heldum að geta orðið að þá er þetta að gefa thumbs up fyrir það. En eins og ég segi, tilgangur fundarins er til þess að þið geti verið með snögg viðbrögð og brugðist við mælikvarðanum. Þannig að ef það er ekki gert, þá þurfum við að skoða töflufundin ykkar.